Í dag langar mig að sýna þér hvernig hlutirnir eru að þróast á þann veg að bráðlega getum við séð samvisku frelsi okkar ógnað og náðatímanum senn að ljúka og síðustu atburðir eru þegar komnir af stað. Satan hann beitir öllum ráðum til að koma því til leiðar að allir þeir sem hafa tilengað sér sannan boðskap Biblíunnar séu blindaðir, þannig að þegar samvisku frelsinu er ógnað að þá reynumst við sofandi. En við þurfum ekki að láta hugfallast, við höfum öflugasta vald alheimsins við lið okkar, við höfum ekkert að óttast ef við tilheyrum Jesú. Og tákn tímans bendir til þess að tíminn er brátt á enda og við þurfum ekki að láta hugfallast, þurfum ekki að vera hrædd. Ef við treystum á Jesú og segjum ekki í eigin mætti, með öðrum orðum, Drottinn, ég hef ekkert fram að færa, Drottinn taktu við mér eins og ég er. Og Drottinn vill að við komum til hans og hann segir, komið til mín allir þér sem erfiðið hafið og þunga byrðar og ég mun veita yður hvíld. Og það sem ég ætla að sýna þér í dag sýnir okkur að sunnudagslöggjöf er yfirvofandi og Donald Trump, fyrrverandi forseti, hefur tilkynnt varaforseta efni sitt. Það er öldungadeildar þingmaðurinn J.D. Vance og ef hann nær kosningu þá verður hann varaforseti Bandaríkjanna árið 2025. Og mér langar að segja ykkur frá Project 2025 sem ég kom aðeins inn á hérna síðast þegar ég var hjá okkur og varpa ljósi og alvarleika þess og hvaða áætlun er verið að þrýsta fram, sérstaklega í ljósi J.D. Vance og Donald Trump. En áður en ég sýni ykkur það langar mig að vitna hér í deiluna Miklablaðsíðu 399 þar sem segir vald hennar vex hljóðlega, kenninga hennar gætir í sölum löggjafans, í kirkjum og í hjörtum manna. Hún óskar fyrst og fremst örugrar vígstöðu og nú þegar er verið að tryggja henni hana og við munum brátt fá að sjá og finna tilgang hins rómverska valds, hver sá sem trúa mun orði Guðs og hlýða því, kallar með því yfir sig ákúrur og ofsóknir. Og þetta erum við að sjá verða veruleika þessa dagana. Og ég veit ekki hversu mikið þið að fylgjast með fréttum í Bandaríkjunum, en eins og ég sagði þá nú á dögunum var J.D. Vance valinn af Trump til að verða varaforseti og komist hann til valda eftir næstu kosningar. Og hvaða þýðingu hefur það? Hver er J.D. Vance? Og hér er spurt, mun trúar bakgrunnur J.D. Vance snúa kaþólskum kjósendum? Og það sem sérfræðingar segja. Og J.D. Vance er rómversk kaþólskur og ef Trump nær sigri og vinnur forsetakosningarnar og það lítur svolítið svoleiðis út í dag að það verður þannig, að þá verður hann varaforseti. Og sjáu hvað segir hér, þetta er úr Catholic Register, 13 hlutir sem þarf að vita kaþólsku ferðalag J.D. Vance. Hver er maðurinn? Vance sem kemur frá langri röð menningarlegrar mótmælenda skosk-ískra Bandaríkjamanna. Og hvenær var hann kaþólskur? Það segir, var skýrður kaþólskur í ágúst 2019. Þannig hann er bara nýorðin kaþólskur og fullur á eldmóð fyrir sína nýfundnu trú. Og ég vil að þú sjáir hvert er markmið rómversk kaþólsku kirkjunar í Ameríku. Þannig að ég vil að þú hlustir á þetta myndband, en ég er búin að setja hérna inn nokkur myndbönd hér í dag og ég er búin að setja texta við á íslensku, en að þú getur lesið textan ef þú skilur ekki það sem er að segja. Secondly, this public ordination to God points us precisely to the way that it is in the very nature of goodness to communicate itself to us, to be made common. And in the Catholic vision, this sharing of the common good is precisely the way in which our personal goods are elevated. Sabbath laws are a way of publicly orienting us to God, but also safeguarding the common good of the family, the common good of the sacrament of the family, marriage, the common good of local communities, the common good of, indeed, Holy Church. And the state, in making such laws, sets a limit. Itself must set the limit. The state itself must set the limit on a burned-out materialism that leaves us sad on porches, waiting for things that we should not wait for. Svona, heyrðu þetta, að þetta kaþólska kirkjan innan Ameríku, þeir vilja meira
þeir vilja meina að það sé skylda ríkisins að framfylgja sunnudagslöggjöfinni, að lögleiða kristileg lög. Og tókst eftir hvað hann talaði mikið the common good, að það er almannaheill, og við munum sjá betur og eftir hvað það þýðir. Nú áður en ég fyrir lengra þá er okkur sagt í Opinberunarbókinni 13, þar sem talaður Bandaríkin, og ég sá annað dýr stíga upp á jörðinu og það hafði 2 horn lík lamshornum, en það talaði eins og dreki. Það fer mér allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og það lætur jörðina þá sem á henni búa tilbiðja fyrra dýrið sem var heilt að banasári sínu. Ameríka mun fá allan heiminn til að tilbiðja fyrra dýrið sem er Vatikanið og allur heimurinn mun á lokun tilbiðja fyrra dýrið. Og það skiptir því okkur líka máli, því það sem er að gerast þar mun ná til alls heimsins að lokum samkvæmt spádómum Biblíunnar. Og okkur er sagt í Testimonies for the Church 7. bindið á blaðsíðu 18 að það sem Ameríka, land trúfrelsis, mun sameinast páfaríkinu í því að þvinga samviskuna og neyða menn til að virða falskan hvíldardag, munu íbúar allra landa á jörðinni verða leiddir að fylgja fordæmi hennar. Ameríka mun heiðra páfadóminn með því að koma á falskri tilbeiðslu, koma á sunnudagsdýrkun sem er merki dýrsins. Og J.D. Vance kemur fullkomlega inn á réttum tíma núna. Hann er kannski einlægur í sinni trú og hugsalega mun hann snúast þegar hann sér hvert þetta leiðir. En margir þeirra gætu snúist, en engu að síður þá telur hann sér hafa skyldu að gegna sérstakt verkefni. Og sjáu þetta er beint eftir mordtilraunina á Donald Trump núna í sumar. Hér er það Kevin Roberts sem er að skrifa á samfélagsmiðlunum X. Nú þú kannski spyrir hver er Kevin Roberts? Og Kevin Roberts er forstjóri Heritage Foundation og þú spyrir kannski líka þá hvað er Heritage Foundation? Heritage Foundation er einmitt stofnunin sem setti saman skjalið sem kallast Project 2025. Það er uppkastið að næstu hægri stjórn eins og þeir sjá það fyrir sér. Og nú vil ég að þú sjáu hvað Kevin Roberts segir hér. Hann skrifar þetta, Amen, það er dagur drottins. Og hann er að skrifa þetta á sunnudegi og sunnudagur er ekki dagur drottins. Og hann segir, Amen, það er dagur drottins, svo ef þú vilt binda endi á pólitískt ofbeldi, bæta pólitíska umræðu og vakna aftur í venjulegu landi, hvað segir hann að það sé lausnin á því? Þá skulum við byrja á því að vera í kirkjunni í dag. Kirkjunni á sunnudegi. Lausnin að hans mati er að allir séu í kirkju á sunnudegi. Og sjáu svo þetta. This 920-page document would usher in the most conservative executive branch in modern American history, if enacted. It's called Project 2025. Its pages offer new administrations a blueprint for executing a right-wing agenda, from purging the government of thousands of civil servants to dismantling the Department of Education. We do have to initiate the largest mass deportation project in the history of this country. Former President Donald Trump has distanced himself from Project 2025, but Democrats aren't buying it. Project 2025 would roll back our fundamental freedoms, undermine our democracy, and gut checks and balances. Project 2025 mun svipta okkur frelsinu. Trúfrelsi verður að lokum afnumið og Opinberunarbókin 13:15 segir og því var leyft að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins geti einnig talað og komið því til leiðar að allir eru þeir deyddir sem ekki vildu tilbiðja líkneski dýrsins. Og þarna sjáum við það verða innleidd fölsk tilbeiðsla á líkneski dýrsins. Og annað sem ég vil koma inn á vegna þess að Trump hefur sagt sjálfur að hann viti ekki neitt Project 2025, þannig að hann vil fjarlægja sig þessu verkefni að minnstakosti út á við og segist ekkit vita Project 2025 eða Heritage Foundation. Mér langar að sýna þér að Trump hann er fullkomlega meðvitaður projektið og Heritage Foundation og ég vil þú sjáu hvað Trump hefur að segja hvað hann hafði að segja fyrir nokkrum árum Heritage Foundation, einmitt stofnununa sem að setti saman þetta Project 2025. Og hlusta á hvað hann hefur að segja. In 2022, Trump spoke to the Heritage Foundation and was direct about its role in crafting future policy. This is a great group, and they're going to lay the groundwork and detail plans for exactly what our
movement will do and what your movement will do when the American people give us a colossal mandate to save America. And that's coming. That's coming. Þannig að þú heyrir að Trump segir hér hvernig Heritage Foundation mun leggja grunninn að hans stjórn ef hann kemst aftur að. Og það sem hann segist ekkert vitum, að það mun leggja grunninn. Og það hljómar undarlega. Að Trump styður fullkomlega Heritage Foundation og Project 2025 og ef það væri ekki svo hefði hann ekki valið J.D. Vance sem varaforsetaefni. Project 2025, sjáðu hvað það segir á blaðsíðu 621, hvað stendur þar? Hvíldadagurinn. Guð fyrirskipaði hvíldadaginn sem dag til hvíldar og þar til nýlega reyndu gyðin kristin hefð að virða það umboð með siðferðislegu og lagalegu regluverki vinnu á þeim degi. Og síðan segir það neðar, þingið ætti að hvetja til samfélagslegar hvíldar. Og hvaða dagur ætti það að vera? Það segir það að sá dagur ætti sjálfgefið að vera sunnudagur. Þannig að í Project 2025 sjáum við það rætast það sem Biblían segir að mun verða veruleika. Og hlustið á þetta, hér talar hann að þeir eru með leynivopn. We have a secret weapon. This time, we have Project 2025. We want to make sure that the plans that are in place have been vetted so that the person knows not only what argument and excuses come in their way, but what the answer is, and have the trust of a movement-wide effort led by the Heritage Foundation to make sure that they know that it's credible and it's conservative. Things aren't going to change unless you commit to serving our country. But this has never happened in our movement. We've never had this coming together of the entire movement to prepare for one event, day one, January 20th. Some of what we look to do here is lead the way and have urge a president to lead the way in changing the law. I can attest to to use Ed's word from earlier today, the ecumenical nature across the conservative movement of this whole effort. And that only makes it stronger. There's a battle plan, plans, and giving them the battle plan. Urge a president to lead the way in changing the law. Þeir eru staðráðnir í að innleiða lagabreytingar sem munu þvinga samvisku fólks. Samvisku frelsinu er ógnað og Project 2025 er leynivopnið, eins og þið segja. Nú Ellen G. White segir í 11. kafla segir 11. kafla í Daniel að brátt muni rætast allir atburðirnir sem spáð var í Daniel 11 og skoðum vers 40 og 41. Að þegar að endalokunum líður munu konungurinn suður frá heyja stríðið hann og konungurinn norður frá mun þeysast í móti honum með vögnum, riddurum og mörgum skipum og brjótast inn í lönd hans og vaða yfir þau og geysast áfram og þá mun hann og brjótast inn í það landið sem er prýði landana og 10.000 munu að velli lagðar, en þessir munu bjarga sér undan hendi hans Edomítar, Móabítar og kjarni Ammoníta. Og það er talað að bardaga milli konungs norður frá og konungsins söður frá. Og konungurinn norður frá, það er Vatikanið, og konungurinn söður frá er trúleysi og kommunismi. Og við sjáum að á endanum sigrar konungurinn norður frá, það er Vatikanið, og þá mun hann brjótast inn í það landið sem er prýði landana. Og hvaða land er það? Hvað er þetta prýði landana? Og þegar að páfaveldið hefur komist yfir prýði landana þá mun mörgum öðrum löndum verða steypt, en það segir að þessir munu bjarga sér undan hendi hans Edomítar, Móabítar og kjarni Ammoníta. Þannig að hvað er þetta prýði landana? Hvað sem svo það er, þá sjáum við að þegar að páfaveldina er yfirhöndinni þar, þá er mörgum steypt af stóli. Og förum í Esekiel 20 vers 6, þar segir: Þann dag vann ég þeim eið að því að leiða þá burt af Egyptalandi til þess lands ég hafði kannað fyrir þá, flyti í mjólk og hunangi, það er prýði meðal landana. Og það var bókstaflega prýði landana. Það var landið sem að Guð var að leiða fólki sig í frá Egyptalandi, taka það úr ánauð, úr ofsóknum, og hann var að fara með þá inn í landa sem þeir gætu tilbeðið hann frjálslega vegna þess að fara og vildi ekki að þeir fengju hvíld, bannaði þeim að halda hvíldadaginn og þeir voru ofsóttir í Egyptalandi,
Svo það sem Guð gerði var að hann tók það út úr Egyptalandi og setti þá inn í prýði landana sem að fyrirreitna landið. Og ef við skoðum söguna var fólk Guðs ofsótt í Evrópu sem var til þess að Guð tók fólki sitt frá ofsóttnum inn í land þar sem að það geti haft trúfrelsi, þar sem að samviskur frelsi þeirra var virt. Það kafli í deilunni miklu sem fjallar pílagrímana sem voru að flóta undan ofsóknum í Evrópu og flúðu til Ameríku og Guð opnaði þeim leið til að tilbiðja hann og njóta trúfrelsis og það land var Bandaríkin. Og förum í Opinberunarbókina 12, 15 og 16 þar sem segir og höggormurinn spjó vatni úr munni sér og eftir konunni eins og flóði til þess að hún bærist burt af straumnum en jörðin kom konunni til hjálpar og jörðin opnaði munn sinn og svalg vassflóðið svo drekinn spjó úr munni sér. Hvað hjálpaði konunni? Það var jörðin. Og Opinberunarbókin 13:11 segir og ég sá annað dýr stíga upp af jörðinni og það hafði 2 horn lík lambshornum. Hvaða dýr kom upp úr jörðinni? Það var Bandaríkin. Svo hvaða land kom í veg fyrir ofsóknir á fólki Guðs og leyfði því að hafa trúfrelsi? Það Bandaríkin. Og hvað þetta prýði landana? Það Bandaríkin. Bókstaflega var þetta landið sem Guð var að flytja fólki sitt úr Egyptalandi, flutti það inn í Kanan, ef svo má segja, frá ofsóknum til lands þar sem að þeir geti haft trúfrelsi. Það Bandaríkin í dag. Og ég vil að þú sjáir þessa tilvitnun í bókinni Maranatha á blaðsíðu 193. Ellen G. White segir okkur hvað prýði landana í dag. Hún segir, Drottinn hefur gert meira fyrir Bandaríkin en nokkurt annað land þar sem sólin skín. Hér útvegaði hann fólki sínu hæli þar sem þau gætu tilbyðið hans samkvæmt fyrirmælum samviskunar. Bandaríkin prýði landana þar sem samviskufrelsið virt. En nú í Maranatha, blaðsíðu 179, hún talar Ameríku, prýði landana, ef svo má segja, hún segir, þegar það land mun í gegnum löggjöf sína afneita meginreglum mótmælenda trúar og sína fráhvarf Rómverja með því að fikta við lög Guðs, þá mun loka verk mannssyndarinnar opinberast, mótmælendur munu kasta öllum áhrifum sínum og styrk að páfadómi með þjóðarathöfn sem framfylgir fölskum hvíldardegi munu þeir gefa spiltri trú, rómar líf og kraft og endurvekja harðstjórn hennar og kúgun samvisku. Þá komin tími fyrir Guð að vinna í voldugum krafti að því að réttlæta sannleika hans. Svo já, þú getur séð að Ameríka mun ekki áfram verða land trúfrelsis. Það mun verða fráhvarf með því að fikta við lögmál Guðs og í Daniel 11:41 þar sem við segir að hann mun brjótast inn í það landið sem prýði landana, hann mun sigra landið og konungurinn í norðri leggur það undir sig. Og hvernig verður það sigrað? Þegar Bandaríkin afnema trúfrelsi, þegar það styrkir sunnudaginn, páfavaldi mun nú verða alþjóðlegt fyrst innan Bandaríkin á síðan heimsvísu. Og páfadómur mun endurheimta sitt fyrra vald, hann maður syndarinnar og sonur glötunarinnar, en allir munu líta á hann sem fulltrúa sonar Guðs, sem sjálfan Guðs son, en það Satan. Og Martin Luther sagði, ef páfi ekki andkristur, þá páfinn Satan í mannsmynd. Og förum aftur í Daniel 11, við getum séð í versi 41 að hann mun brjótast inn í það landið sem prýðir landana, Bandaríkin og 10.000 munu að velli lagðar og þá segir en þessir munu bjarga sér undan hendi hans þannig að það mun verða nokkrir í Bandaríkjunum og einnig á heimsvísu sem munu komast undan. Edomítar, Móabítar og kjarni Ammoníta. Hverjir eru þetta? Þetta eru ættingjar Ísraelsmanna. Lot var frændi Abrahams og átti 2 börn sem eru ættfeður Móabíta og Ammoníta. Þannig að það sem ég er að segja er að Edom, Móab og kjarni Ammoníta, þetta eru ættingjar Ísraelsmanna. Og hverjir eru Ísraelsmenn í dag? Það eru við. Hverjir eru ættingjar okkar? Aðrir kristnir og sumir innan kaþólsku kirkjunnar eru ættingjar okkar sem Ísraels í dag. Svo jafnvel þegar að sunnudagslöggjöfin í gildi, munum við sjá marga koma úr Babylon og sameinast okkur
og á sama tíma munu margir sem hafa trúað á boðskapinn hverfa burt. Og þegar stormurinn nálgast munu margir sem játa trú á boðskap Biblíunnar en voru ekki heils hugar við sannleikan yfirgefa sína stöðu og slást í þeirra hóp. En sjáðu þetta hér, það segir hér í Forbes að Trump vil fjarlægjast frá Project 2025 eins og komum að náðan, en út á við vill hann ekkert kannast við þetta. En í raun hann í tengslum við Heritage Foundation og Project 2025 og það segir, hér hvernig J.D. Vance hefur nánari tengsl. Hver hefur nánari tengsl við Project 2025? Sá maður sem hann hefur valið til að verða varaforseti, hann maður sem hefur nánari tengsl við Project 2025 en nokkur annar. Og nú langar mér að spila bút og sína þér forstjóra Heritage Foundation stofnanda þeirra hreyfingar meðal allra þeirra sem Trump gat valið sem varaforseta. Hverjum voru þeir að sækjast mest eftir í embættið? Var Heritage Foundation að vonast eftir þeim sem Trump valdi sem varaforseta? Hver hafði nánustu tengslin við Heritage Foundation og Project 2025? Það var það sem þeir voru að vonast eftir að Trump myndi velja og þann aðila sem varaforseta. Og horfðu á þetta myndband. And here's how the president of the Heritage Foundation reacted to news that Vance had been chosen to be the Republican nominee for vice president. Okay. We've confirmed news that Senator Vance is the vice presidential running mate. You will see a broad smile on my face because you may know that we're good friends. I will offer two comments about that. The first is the entire list of names considered are great men and women, truly, truly, all of them friends of Heritage. There, among them, though, was someone that privately we were really rooting for, and he's just been named the running mate. So the guy that Heritage was, in their own words, really rooting for, Trump went with that guy. Sástu þetta? Þeir sögðu að þeir væru einmitt að vonast eftir þessum gaur til að verða varaforseta efni, vegna þess að hann hefur náinn tengsl við Heritage Foundation og Project 2025, en að púsluspilið að koma saman. Og okkur sagt í 8. bindi að Testimonies to the Church, blaðsíðu 315, að stormur miskunnarlausi reiði sinni sé að fara að brjótast út og spurningin eru við tilbúin að mæta honum. Og þurfum ekki að segja að síðustu dagar séu bráðum að koma, þeir eru nú þegar hér. Og sjáðu nú þetta umræða J.D. Vance og ég vil að þú hlustir hvernig þeir tala Project 2025 og þann sem hefur hvað nánustu tengslu það. The associations, the ideas, but he's trying to get away from it now, right? If he was trying to get away from it, the worst thing he could have done was pick J.D. Vance. Because J.D. Vance is also the personification of Project 2025, all the connections back and forth. But hann persónu gerfingur Project 2025, það J.D. Vance. Við erum næstum komin heim og nú vil ég að þú sjáir hvað frelsi ógnað hér. Það samvisku frelsið og trúfrelsi. What people need to understand and decide is if you like the direction that this country is going as it relates to our Supreme Court that has eviscerated our Constitution, that seemingly doesn't care anything about court precedents and seemingly only wants to bow down to Trump as if they are serving him in the way that Eileen Cannon just did, then that is what you will get more of. If you want to live in a country in which you are force-fed this pseudo-Christianity, where you have to believe in God and do the things that they say their God wants you to do. Project 2025 hvað? Það þvinguð kristni. Það nákvæmlega það sem Opinberunarbókin 13 segir okkur, 15. vers. Það þvinguð tilbeiðsla. Og sjáu hvað segir hér. Project 2025 meira en leikbók fyrir trumpisma. Það stefnusgrá kristina þjóðernis sinna. Þú þarft að trúa á Guð og gera það sem þeir segi að Guð þeirra vilji að þú gerir. Nú, það mikil umræða það núna að vestanhafs hvort að stjórnarskráin komi í veg fyrir sameiningu ríkis og kirkju og það segir í stjórnarskráinni orðrétt: Þingi skal ekki setja lög sem virða stofnun trúarbragða eða banna frjálsa iðkun þeirra. Og nú vilja margir vestanhafs
meina að þarna sé bara verið að tala að þingið megi ekki hafa áhrif á kirkjuna, en það segir ekki að kirkjan megi ekki hafa áhrif á þingið. Og hlustið á hvað Ben Carlson hefur þetta að segja. And it's sad to see, I mean, when you look at television, the way that they mock Christians and Christianity. And you saw all of the protests that occurred recently when the governor of Louisiana said we're going to have the Ten Commandments in the schools. And the governor of Oklahoma and the legislature said we're going to teach the Bible and the Ten Commandments. Oh, no, you can't do that. This is horrible. Separation of church and state. You know, the Constitution says nothing about separation of church and state, by the way. That's been distorted tremendously. But I like to ask these people, exactly why don't you want the Ten Commandments to be taught? What is wrong with thou shalt not kill? What's wrong with thou shalt not steal? Thou shalt not commit adultery? Thou shalt not lie? Thou shalt not envy? Honor your parents? What's wrong with those things? And of course, they never have a good answer for what's wrong with them because there is nothing that's wrong with them. Honum finnst ekkert að því að boðarinn 10 séu kennd í skólum og hann hefur sjálfsagt að kirkjan hafi áhrif á löggjafavaldið. Og tókstu eftir því að hann nefnir aðeins þau boðorð af seinni töflu boðorðanum. Þú skalt ekki drepa, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki drýja hól, þú skalt ekki ljúga, þú skalt ekki girnast. En hann nefnir ekkert af fyrri töflunni. Þú skalt ekki engar líkneskur gjöra þér, þú skalt ekki leggja nafn drottinn Guðsins við hégóma, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan, 6 daga skalt þú erfið á vinna allt þitt verk, en 7. dagurinn hvíldardagur helgaður drottni Guði þínum. Hann nefnir það ekki neitt. En boðorðin 10 þau skiptast í 2 töflur. Það var ekki vegna þess að Guð hafi ekki fundið nógu stóran stein til að setja öll boðorðin 10 á eina töflu. En það ástæði fyrir því að það eru 2 töflur. Fyrsta taflan hefur að gera með framkomu okkar gagnvart Guði, en seinni taflan hefur að gera með framkomu okkar gagnvart náunganum. Löggjafavaldið hefur fullan rétt á að framfylgja því sem ritað á seinni töfluna, en það sem að löggjafavaldið hefur ætíð gert, og það nú þegar lög í öllum löndum heims sem taka á slíkum brotum, að þeir sem að drepa fara í fangelsi og jafnvel ef þú berð rangan eið gegn náunga þínum, þá getur það verið saknæmt og það er ekkert að því að það séu viðurlög við slíkum brotum, en löggjafavaldið hefur enga lögsögu við því sem ritað á fyrri töfluna. Fyrri taflan hefur að gera með samviskufrelsi okkar, hvernig við tilbiðjum Guð. Löggjafavaldið hefur enga lögsögu yfir því og sérstaklega er það alvarlegt þegar þeir brengla boðorðunum á fyrri töflunni og þvinga fólk til að fara eftir ákvæðum sem í mótsögnu það sem Guð ritaði með sínum eigin fingri. Nú menn hafa gert sér grein fyrir að það verður ágreiningur hvernig á að framfylgja slíkum lögum og hér samtal sérfræðinga þar sem þeir eru að fjalla þessa hluti og þeir vita vel að það verður ekki tækt að koma til móts við þarfir allra. Sjáu hvað þeir segja. So, Russ, this is for you in a pluralistic society. In the example, then, in terms of reinstating laws, at times, then you're not just talking about dealing with secularism. You're then isolating other religious groups. So, in a pluralist society, if you reinstate blue laws, then you would have to outlaw sports teams on Saturday in order to accommodate Jews for the Sabbath or Muslims, Seventh-day Adventists. So, how do you kind of thread that needle? You got to balance what's best for the majority with what's needed to accommodate the minority. You always have to achieve that balance. In New York, there are accommodations for Orthodox Jewish communities to establish these boundaries in their neighborhoods so that they can, celebrate the Sabbath and visit with each other in accordance with Jewish law. So, you have to, that if satisfying the demands of the majority can only be legitimate if it only imposes a reasonable and moderate
burden upon the minority, it seems to me. Well, But we're not obligated to satisfy every group under the sun. You have to make these judgments. Við erum ekki skyldu til að fullnægja hverjum einasta hópi undir sólinni. Sem sagt, meirihlutin getur þvingað minnihlutan til hlýðni. Fólk Guðs hefur alltaf, alla tíð verið í minnihluta. Og þetta er í raun sama hugsun og kemur fram í því sem Vatíkan kallar the common good eða almannaheill, að það er almannaheill sem ræður og það sem best er fyrir alla, það skal ráða. Ekkert pláss fyrir sérþarfir minnihlutahópa. Og þessir aðilar eru reiðubúnir til að beita valdi til að ná sínu fram. Hlusti á þetta. We need to win. We need to wield power righteously. The Christian mantra, as it comes to power, is not to forsake power, but to rule righteously. It's not to forsake rule, but to rule righteously. And so in that I said, I want to win. I want Christians to have power, and with that power, I want it to be wielded righteously. What does that mean? It means crushing our enemies and rewarding our friends. Og við þurfum að fara með völd á réttlátan hátt að hans mæti, stjórna réttlátlega. Og hvað vill hann að kristni geri með þetta vald? Að þeir ætla að mylja óvini sína og verðlauna vini sína. Það verður engin miskunn, ekkert pláss fyrir hagsmuni minnihlutans, hann verður mulinn niður. Og sjáu hvað þessi hefur að segja. The only way to start the return to moral order in this country is by force. It's the only way. It's the only way. It has to be by force, at least for a time. We have to regulate morality by force, at least for a time. It's literally the only solution. And people have to start to realize that it is the faith in God, Christian understanding of morality, it has to be the foundation. And this is not going to be done by choice. It's just not. Not at first. It's not going to be done by choice at first. Bókstaflega eina lausnin að beita valdi að hans mati. Bókstaflega eina lausnin. Og hvað segir Biblían? Ekki með valdinni krafti heldur fyrir anda minn, segir drottin allsherjar. Heilagur andi beitir aldrei valdi. Það er því einhver allt annar andi þarna á ferðinni. Ekki heilagur andi. Heilagur andi er sem blíður vindblær sem hvíslar. Og Trump hann lofar endurvakningu kristins valds. Vald til að mylja þá sem ekki líða. Og Páfinn dregur alla með sér í þessa lokabaráttu og eftir Ólympíuleikana leitar Erdogan Tyrklands eftir einingu með Frans Páfa gegn athöfnum sem hæðast að heilugum gildum og þeir stinga saman nefjum, Frans Páfi og Erdogan, þannig að Íslamun slást í hópin. En hvað með þá sem ekki trú á Guð? Þeir geta líka verið með, fyrir þá er Green Sabbath Project. Og hér á vefsíðu fyrir það project það segir, er ekkert hægt að gera í umhverfismálum? Ekkert er kannski eitt það besta sem þú getur gert. Einn dagur í hverju viku gera ekkert. Og auðvitað er það sunnudagur. Og þegar að Ameríka leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með táknum sem því er lofað að gjöra í augsýn dýrsins, þá voru engin trúleysing eftir á jörðinni. Allir munu fylgja dýrunu með undrun. Og ég verð að hafa þetta með Testimonies for the Church, 5. bindi, blaðsíðu 711, að þegar þjóð vor skal afneita meginreglum ríkisstjórnar sinnar svo hún setji sunnudagslög, mun mótmælenda trú í þessum gjörningi taka höndum saman við páfan, það verður ekkert annað en að gefa harðstjórninni líf sem lengi hefur hort ákaft eftir tækifæri sínu til að spretta aftur inn í virka einræðis hyggju. Að þetta skrifaði hún fyrir nær 150 árum síðan og þetta er að rætast í dag. Vissulega var þessi kona innblásin af heilögum anda. Spádómar að rætast fyrir augum okkar. Hver ættu viðbrögð okkar að vera? Hver eru eðlileg viðbrögðu svona fréttum? Kristus sagði okkur,
hver viðbröðun okkar ætti að vera í Markús 1:15 þar sem hann segir: Tíminn fullnaður og Guðs ríki nánd, gjörið iðrun og trúið fagnarinnu. Svona fréttir ættu að glæða trú okkar og fylla okkur að eldmóð. Guð hefur gefið okkur mikið ljós, við erum afar sérstök í augum Guðs, við erum leifarnar, fólk Guðs á síðustu dögum, við höfum mikið ljós mitt í dimmum heimi sem veit ekki sitt rjúkandi ráð. Og okkur ber skylda til að láta ljós okkar skína en ekki setja það undir mælikér. Við erum ekki bara einhver önnur kirkja. Við erum útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilu þjóð, eignalýður til þess að þið skuli viðfræja dáðir hans sem kallaðir frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Við erum hinn heilugu sem segir frá í Opinberunarbókinni 14:12: Hér reynir á þolgæði hinna heilugu, þeirra varðveita boð Guðs og trúna á Jesú. Það ekki margir í dag sem boða það að varðveita boð Guðs eins og þau eru skráð í Biblíunni. Og þess vegna eru við afar sérstakt og mikilvægt fólk í augum Guðs. Og svona fréttir ætti að gera okkur enn ákafari í því að varðveita boð Guðs. Það ætti að sýna okkur hversu sérstök við erum og hversu blessuð við erum að hafa slíkt ljós. En einhver kannski segir: en ég er svo syndugur. En Jesús segir: kom eins og þú ert, en þegar þú kemur til hans, þegar þú sér kærleika hans, þá leiðir hann til trúar. Og Jesús segir í Jóhannes 3:14: eins og Móse hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig á mannssonin að verða upphafinn. Horfðu til Jesú, varðveittu trúna á Jesú, og þegar þú horfir, þá líkist þú honum, og þá á sér stað breyting í hjartanu og lífið allt tekur breytingum. Tíminn senn á enda, síðustu atburðirnir eru senn að verða veruleika. Kom þú drottinn, kom þú skjótt. Amen.